Jæja, velkomin í Game TV. Það leikjadómur sem núna framöndan. Það UFC 3 leikurinn og við fengið Jón Hákon Þórsson til að detta þetta inn og ástæðan fyrir því sá að hann mikill áhugamaður UFC og UFC leikinn. Þú ert búinn að spila á alla, ekki? Jú. Spilaðu leikinn sem voru undan í sportsleikir og líka það? Undisputed? Já. Nei, ekki þá? Mikið. Nei, hann aðalega þessi hérna. Þannig að þetta þriði leikurinn. Hvað svona, sko, hérna erum við með valmyndina, færum svona aðeins yfir. Hver svona mesta breytingin í möguleikum? Eitthvað nýtt þetta spilið svo í fight mode hérna? Career mode og svo hérna submission showdown. Ok, hvað það aftur? Það bara svona submissions. Ok. Og svo knockout mode, það reynda búið að vera. Það hefur verið áður? Já. Og það rauninni bara að berjast með hnefunum, ekki? Já. Og sparka? Já. Og hérna, og submission showdown, það bara hvað, það bara golf? Já, það bara golf. Bara í golfinu? Já, bara golf. Ok, það nýtt það? Já. Ok. Og líka stand and bang. Hvað það? Það basically bara svolítið eins og knockout mode. Já. Og það bara það hnefar, eða bara, Já, það bara hnefar. Og svo hérna custom fight. Já. Það basically eins og fight now, nema sko, hérna þá getur þú stillt, þú veist, healthið á fighterónum. Já. Og eitthvað þannig. Svo náttúrulega, þetta svona aðal, það ekki, þetta mode, hérna career mode. Já. Og hvað svona nýtt í því, til dæmis? Þeir eru búin að setja sko Twitter í career mode og svo eru búin að setja svona undirdeild eins og Ultimate Fighter nefnum bara svona sérstaklega deild. Sem svona áður og ferði í UFC það? Já. Ok, og hvað, þú býr bara til gaur, eða ekki? Já. Eða konu? Já. Og svo hérna ferðið bara inn og hvað, það bara að þjálfa hann upp? Já, bara gera hann betri. Já, ég man í UFC þá kom hann alltaf í gymmið og var hérna... Já, nefnilega sko gymmið orðið miklu skemmtilegra finnst mér. Af því að hérna, maður þarf ekki að gera hlutina sjálfur. Ok. Maður þarf ekki að spila. Ná einhverju svona dóti. Já, nei. Ok. Þú bara ítir á, þú veist, treinir sem þú vilt og gerir gaurinn, þú veist, betri í því sem þú vilt gera hann góðan í. Ok. Já, mér finnst það þetta mjög gott. Og þetta mörg season sem þú getur farið í gegnum þannig, career mode? Já, þetta alveg mjög langt sko, en markmiðið eiginlega að vera bestur allra tíma. Ok. Greatest of all time. Ok, og þú getur gert það í gegnum, hérna, nokkur ár í deildinni. Já. Og farið bara barda og ert að keppa alvöru barda gaura þarna? Bæði einhverju sem eru tilbúinir og... Já, bæði sem að ég bjóð til. Ok, svo komið Ultimate Team. Já. Þá getur það bara eins og í FIFA það ekki, getur keppt alla kappa og... Jú, það komið microtransaction, það svolítið svona, þú kaupir til að vinna, það mjög sérstætt sko. Já, þeir eru mjög mikið í EM þetta getur það. Ég nefnilega spila ekki Ultimate Team út af því, mér finnst ekki gaman við það, en þú veist, sumum finnst það skemmtilegt. Já, en það getur verið bara bardagakappa og online. En hvernig og svo náttúrulega spila online. Já. Hvernig virkar það? Það bara svipað og... Þú getur spilað quick match og þú getur spilað ranked. Ég spila aðalega ranked af því að þú veist, setur markmið til dæmis að komast í Division 10. Sko það öfugt heldur en í FIFA. Það 10 divisions og í FIFA þá ertu að fara niður í Division 1 en í þessu leik ertu að fara að reyna að komast upp. Í deild 10? Já. Ok, og rankt þannig að þú bara færð ákveðið marga matcha til að komast upp deild og svona? Já. Og hérna, en ef við byrjum aðeins á grafík frá, þú veist, UFC 2 fannst mér mjög flottur. Þessi bara eins eða? Já. Alveg eins? Engin munur eða? Þú veist, grafíkin... Já, með grafík allavega. Já, en gameplayið, þú veist, það alveg frekar líkt, en þeir breyttu stand-up-gameinu algjörlega. Ok, hvað helst sem var breytt þar? Bara allt. Frá því að sparka og kýla og hreyfingarnar, það eru allt öðruvísi. Sumum finnst það að vera hægari, en mér finnst það að vera meira realistic. Ok, svo var náttúrulega stamina var ekki tekið þannig að hann þreytist meira? Já, og líka þú verður hægari þegar staminaðið þitt farið niður. Ok, þannig að þetta hefur alveg þú verður að vera svona skynsamur. Já, þú verður líka að vera með gameplan, þú veist, eins og í UFC 2 þá gerður þú bara eitthvað, skilur. En í þessu leik þá getur þú veist, gert flóið meðverð taktík og bara beðið og verið svona varnarlegur og þá þreytist þinga inn. Eða þá þú getur bara, þú veist, brólað, bara reynda að róta gæjan. En þá verður alveg búinn á því vantilegt smá? Já, ef alveg næri ekki að róta hann. Já, þannig að það sko, það ekki eins og Conor McGregor, var hann ekki til að maða bara í menn alveg? Francis Ngannou líka. Já, nákvæmlega. En það allir bardagamenn, það inni, Gunnar Nelson ekki? Já, búið að breyta honum. Já, hvað hann betri að veri? Betri. Já, vel gert. Og eða þú veist, þeir eru búin að breyta karakterinn og hann komið alveg
svaka skegg og klippingin flott, já. Þannig, hvað myndirðu segja svona með UFC 3? Finnst þér hann, þú veist, myndirðu mæla með það, þeir sem eru búin að spila 2 að fara og upgrade í þennan? Algjörlega, mér finnst það. Undisputed 3 verður alltaf svona aðal UFC leikurinn. En þessi er svona kemst nálægast, finnst mér. Þannig að þeir eru að fara í rétt átt með þetta? Já, þeir eru að fara í rétt átt. Þeir eru náttúrulega, þetta er fyrsta sem að, þú veist, ég er bara búinn að gera 2 aðra MMA-leiki, eða reyndar 3. Þannig að, þú veist, það er frekar mikið challenge að byrja að búa til MMA-leiki, að þeir eru mjög erfiðir til að búa til, veit ég. Þetta er alveg svo flókin íþrótturinn. Það er annað en að gera boxleik sem er bara svona... Já, þá er bara standandi, þetta er golf, glíma, þú veist, bara allt pakkinn. Getur allt ekki tíma að ná utan þetta. Það er glæsilegt, þannig að þetta er bara bæði gott online eða bara offline eða þú vilt bara í GOAT mótið. Þannig að ef þú myndir eftir að gefa leiknum svona einhvern frá 1 upp í 10, hvað heldur þú myndir gefa honum? Ég myndi gefa honum solid 7, sko. 7? Já. Gert. UFC 3, 7,0. Þannig að einna kannski betri bardagaleikir sem þú hefur spilað það? Ég myndi segja það. Eða bestur sem ég spila. Ég spila náttúrulega ekki Undisputed en ég sé hann. Þannig að bestur sem þannig að þeir eru réttilega með þetta. Já. 7 af 10, mjög gott, þannig að við þökkum við kærlega fyrir þetta. Já, takk.